Allt komið. Allt komið. Okay. Já. Við byrjum við og verið velkomin á skjáinn. Hér in Grace Church Daily Prayer frá Íslandi. Welcome to Grace Church Daily Prayer in Iceland. And we are gonna keep on reading from John, the Gospel of John, and we are going through the Gospel, and we are reading the good news, and we love reading the scriptures and getting them through to you, our team here who are listening, and we love you. Við elskum ykkur hér sem eru með okkur hér að fara í gegnum Guðspjöllin og við erum í Jónasar Guðspjalli og við erum að fara í gegnum það í Jesú nafni. Amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Tuesday. Everybody say amen. Allir segja amen og smyndist af þriðjudegi. Amen. Like always, eins og ávallt, þá byrjum við þetta á því að fallega kona mín, hún byrjar þetta á glittri bæn. My wonderful, beautiful wife starts this with a little prayer. Já, óskir þess, við leggjum þessu stundu þínu hendur, Drottinn minn. Heilaðandi, ég bið þess að blessa vara okkur Sigga og bara, já, gefur okkur frið í huga okkur hjarta okkar og líka til þess sem er heima og hlusta og blessur okkur öll í Jesú heilaða nafni. Amen. Amen. Já, við ætlum að lyfta nöfnum upp í náðuna. Við ætlum að lyfta up the name of the grace. Við ætlum að lyfta upp Óskari, Brynjari, Antoni, Helgu, Húberti, Inga, Einari og einhverjum fleirum. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. And we ask you to pray for them and ask God to bless them, ask the Holy Spirit to help them, and God knows what they are going through, and like you know, God answers our prayers, and only thing we have to do is pray for them. So Yeah. we ask you to pray for these names and the people we mention here. So við biðjum eina sem við biðjum er að þið lyftið þessum nöfnum upp til Guðs og biðjið fyrir þeim og biðjið heilagan anda að stíga inn í þær aðstæður þar sem þau eru að glíma við og biðjið Guð að heilagan anda að hjálpa þeim og Guð veit hvað þau eru að glíma við og Guð ansar okkar bænum og blessar þau. Í Jesú nafni, amen. And everybody say amen on this beautiful, beautiful Tuesday. And now I'm gonna start reading from John. And we are gonna read chapter 9 and chapter 10 today. Og við ætlum að lesa í dag, þá ætlum við að lesa í Jóhannesar Guðspjalli og við ætlum að lesa í 9. kafla og 10. kafla hér í dag. Og eins og ávallt þá spilum við þetta einnig á ensku og við spilum það með King James 16:11. Og like we always do, we start reading this in Icelandic and then we go to English and we go to King James 16:11, and beautiful scripture. And now I'm gonna start, so may this be a blessing to you. Á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann, Rabbi, hvort hefur þessi maður syngað eða foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur? Jesús sagði,
Hvorki það af því að hann hafi syngað eða foreldrar hans heldur til þess að verk Guðs verði opinberað á honum. Oss ber að vinna verk þess sendi mig, meðan dagur Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég í heiminum ljós heimsins. Og svo mæltu skipti hann á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann: Farðu og þvoðu þér í lauginni Sílóam þýðir sendur. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi. Nágrannar hans og þeir sem höfðu áður séð hann ölmusan mann sögðu þá: Þetta ekki sá setið hefur og biður sér ölmusu? Sumir sögðu: Sá maðurinn, en aðrir sögðu: Nei, en líkur hann honum. Sjálfur sagði hann: Ég sá. Þá sögðu þeir við hann: Hvernig opnuðust augu þín? Hann svaraði: Maðurinn á nafni Jesús gjörði leðju og smurði á augu mín og sagði mér að fara í Sílóam og þvo mér. Ég fór og fékk sjónina. Þegar ég var búinn að þvo mér, þeir sögðu við hann: Hver hann? Hann svaraði: Það veit ég ekki. Þeir fara til farisæjanna með manninn sem áður var blindur, en þá var hvíldardagur. Þegar Jesús bjóð til leðjuna og opnaði augu hans. Farisæjarnir spurðu hann nú líka hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim: Hann lagði leðju á augu mín, ég þvoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkuð farisæjar: Þessi maður ekki frá Guði, fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Aðrir sögðu: Hvernig getur syndugur maður gjört þvílíkt tákn? Og ágreiningur var með þeim. Þá segja þeir aftur við hinn blindna: Hvað segir þú hann, fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði: Hann spámaður, gyðingar trúðu því ekki. Hann sem sjónina fékk hefði verið blindur. Og kölluðu fyrst á foreldra hans og spurðu þá: Þetta sonur ykkar sem þið segið að hann hafi fæðst blindur? Hvernig hann þá orðinn sjáandi? Foreldrar hans svöruðu: Við vitum að þessi maður sonur okkar og að hann fæddist blindur, en hvernig hann nú orðinn sjáandi vitum við ekki. Nú heldur vitum við hver opnaði augu hans. Spyrjið hann sjálfan, hann hefur aldur til, hann getur svara fyrir sig. Þetta sögðu foreldrar hans af ótta við gyðinga. Því gyðingarnir höfðu þegar samþykkt að ef nokkur játaði að Jesús væri Kristus, skyldi hann samskund rækur. Vegna þess sögðu foreldrar hans að hann hefði aldur til og spyrjið hann sjálfan. Nú kölluðu þeir í annað sinn á manninn sem blindur hafði verið og sögðu við hann: Gef þú Guði dýrðina, við vitum að þessi maður syndari. Hann svaraði: Ekki veit ég hvort hann syndari, en eitt veit ég, að ég sem var blindur nú sjáandi. Þá sögðu þeir við hann: Hvað gjörði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Hann svaraði þeim: Ég búinn að segja það og þér hlustuðu ekki á það. Því viljið þér heyra það aftur, viljið þér líka vera lærisveinar hans. Þeir átyrtu hann og sögðu: Þú ert lærisveinn hans, við erum lærisveinar Móse. Við vitum að Guð talaði við Móse, en þennan vitum við ekki hvaðan hann Maðurinn svaraði þeim: Þetta furðulegt að þér vitið ekki hvaðan hann og þó opnaði hann augu mín. Við vitum að Guð heyrir ekki syndara, en ef einhver guðrækinn og gjörir vilja hans, þann heyrir hann. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi opnað augu þess sem blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gjört. Þeir svöruðu honum: Þú ert syndugum vafinn frá fæðingu og ætlar að kenna oss, og þeir ákváðu hann út.
Jesús heyrði að þeir höfðu rekið hann út. Hann fann hann og sagði við hann: Trúir þú mannssonin? Hinn svaraði: Herra, hver sá að ég megi trúa á hann? Jesús sagði við hann: Þú hefur séð hann sá sem nú að tala við þig. En hann sagði, ég trúi Herra, og féll fram fyrir honum. Jesús sagði: Til dóms ég kominn í þennan heim, svo að blindur sjái og hinir sjáandi verði blindir. Þetta heyrðu þeir farisear sem með honum voru og spurðu: Erum við þá líka blindir? Jesús svaraði við þá: Ef þér væruð blindir, væruð þér án sakar, en nú segist þér vera sjáandi. Því væri sök yðar. Og nú ætlum ég að biðja þig að taka 10. kafla, lesa hann. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðburðinn heldur fer yfir annars staðar, hann þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar en hirðir sauðana, dyravörður lýkur upp fyrir honum og sauðirnir heyrir raust hans. Hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja þeir frá honum, því þeir þekkja ekki raust ókunnugra. Þessa líkingu sagði Jesús þeim, en þeir skildu ekki hvað það þýddi sem hann var að tala við þá. Því sagði Jesús aftur: Sannlega, sannlega segi ég yður að ég dyr sauðanna. Allir þeir sem koma undan mér eru þjófar og ræningjar, enda hlýddu sauðirnir þeim ekki. Ég dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast, og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi lífi fullri gnægð. Ég góði hirðurinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Leiguliðinn sem hvorki hirðurinn né sjálfur á sauðina, sér úlfinn koma og yfirgefur sauðina og flýr, og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. Enda hann leiguliði og lætur sér ekki annt sauðina. Ég góði hirðurinn og þekki mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sauðina fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem ekki úr þessu sauðabyrði. Þá ber mér einnig að leiða, þeir munu heyra raust mína, og það verður ein hjörð en einn hirðir. Fyrir því elskar faðirinn mig, að ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér, heldur leggja það aftur í sölurnar. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Þessa skipan fékk ég frá föður mínum. Aftur var ágreiningur með gyðingum út af þessum orðum. Margir þeirra sögðu: Hann hefur illan anda og genginn af vitinu. Hvað eru þeir að hlusta á hann? Aðrir sögðu: Þessi orð mælir enginn sá sem hefur illa anda. Mundi illur andi geta opnað augu blindra? Nú var vígsluhátíðin í Jerúsalem komin vetur. Jesús gekk súlnagöngum Salómons fyrir í helgidóminum. Þá söfnuðust gyðingar hann og sögðu við hann: Hve lengi lætur þú oss í óvissu? Ef þú ert Kristur, þá seg oss það og berum það orðum. Jesús svaraði þeim: Ég hef sagt yður það, en þið trúðuð ekki. Verkið sem ég gjörði í nafni föður míns, þau vitna mig, en þér trúið ekki, því að þér eru ekki úr hópi sauða minna. Mínu sauðir heyra raust mína og ég þekki þá, og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast, og enginn skal slíta þá úr hendi minni.
Faðir minn sem hefur gefið mér þá meiri en allir og enginn sem getur slitið mig þá úr hendi föðurins. Ég og faðirinn eitt. Gyðingar tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti við þá: Ég hef sýnt yður mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka viljið þér þá grýta mig? Gyðingar svöruðu honum: Við grýtum þig ekki fyrir góðu verk, heldur fyrir að guðlast, að þú sem ert maður gerir sjálfan þig að guði. Jesús svaraði þeim: Ekki skrifað í lögmáli yðar, ég hef sagt þér eru guðir. Ef það nefnir þá guði sem Guðs orð kom til, og ritningin verður ekki felld úr gildi, segir það við mig sem faðirinn helgaði og sendi í heiminn, að ég guðlaðist, af því að ég sagði: Ég sonur Guðs. Ef hann vinn ekki verk föður míns, trúið mér þá ekki. En ef ég vinn þau, þá trúið verkunum, þótt þér trúið mér ekki. Svo að þér skiljið og vitið að faðirinn í mér og ég í föðurnum. Nú reyndu þeir aftur að grípa hann, en hann gekk og greip þeirra. Hann fór aftur burt yfir í Jórdan, þangað sem Jóhannes hafði fyrrum verið að skíra, og það var kyrrt. Margir höfðu komið til hans og þeir sögðu: Víst gjörði Jóhannes ekkert tákn, en allt það satt sem hann sagði þennan mann, og þarna tóku margir trú á hann. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this beautiful Tuesday. Og sem myndir það þriðjudegi, segja allir amen. Amen. Og með þetta vera blessun til ykkar sem var að hlusta. And now we are gonna play this in King James 16:11. So beautiful words, beautiful scripture. Fallegt að hlusta á. Very beautiful to listen to King James 16:11. Já. So, can you play? Sure. John 9. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me, while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay, and said unto him, Go wash in the pool of Siloam, which is by interpretation, sent. He went his way therefore, and washed, and came seeing. The neighbors therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged? Some said, This is he. Others said, He is like him. But he said, I am he. Therefore said they unto him, How were thine eyes opened? He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed, and I received sight. Then said they unto him, Where is he? He said, I know not. They brought to the Pharisees him that aforetime was blind. And it was the Sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes. Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see. Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the Sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them. They say unto the blind man again, What sayest thou of him that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet.
But the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight until they called the parents of him that had received his sight. And they asked them, saying, Is this your son whom ye say was born blind? How then doth he now see? His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind. But by what means he now seeth, we know not. Or who hath opened his eyes, we know not. He is of age, ask him. He shall speak for himself. These words spake his parents, because they feared the Jews. For the Jews had agreed already that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue. Therefore said his parents, He is of age, ask him. Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise. We know that this man is a sinner. He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that, whereas I was blind, now I see. Then said they to him again, What did he to thee? How opened he thine eyes? He answered them, I have told you already, and ye did not hear. Wherefore would ye hear it again? Will ye also be his disciples? Then they reviled him and said, Thou art his disciple, but we are Moses' disciples. We know that God spake unto Moses. As for this fellow, we know not from whence he is. The man answered and said unto him, Why, herein is a marvelous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth. Since the world began, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? If this man were not of God, he could do nothing. They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out. Jesus heard that they had cast him out. And when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. And he said, Lord, I believe. And he worshipped him. And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind. And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also? Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin. But now ye say, We see. Therefore your sin remaineth. John 10. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth. And the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep.
and other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice. And there shall be one fold, and one shepherd. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. There was a division therefore again among the Jews for these sayings. And many of them said, He hath a devil, and is mad. Why hear ye him? Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind? And it was at Jerusalem, the feast of the dedication, and it was winter. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Jesus answered them, I told you, and ye believed not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, that they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, Many good works have I shown you from my Father. For which of those works do ye stone me? The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou, being a man, makest thyself God. Jesus answered them, Is it not written in your law, I said ye are gods? If ye called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, say ye of him whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest, because I said I am the Son of God? If I do not the works of my Father, believe me not. But if I do, though ye believe not me, believe the works, that ye may know and believe that the Father is in me, and I in him. Therefore they sought again to take him, but he escaped out of their hand, and went away again beyond Jordan into the place where John had first baptized. And there he abode. And many resorted unto him and said, John did no miracle, but all things that John spake of this man were true. And many believed on him there. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this beautiful Tuesday, og allir segja amen á þessu myndlistra þriðjudegi. Og með þetta er blessing fyrir ykkur að hlusta á King James. Blessing to you to listen to King James 16:11. And now if you are listening, and then I'm going to give you the opportunity to take God into your heart. If you believe that Jesus Christ died for your sins and he cleansed you with his blood from all sin, and he rose on the third day, and he's alive today. And if you believe that in your heart, then the Holy Spirit is going to come into your heart and save you. And that's a promise from the scripture that he gives us if we believe this. And that's why I have words here from the scripture. Just you have them after me, then God promised to come into your heart and save you. In Jesus' name, amen. It's a salvation prayer. Well, nú þú sem ert að hlusta og hefur ekki tekið Guð inn í Jesús inn í líf þitt, inn í hjartað þitt, þá ætla ég að gefa þér
tækifæri til þess að gera það nú og ef þú trúir því að Jesús hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndiðina og hreinsaði af allri synd með blóði sínu og hann hafi risið á 3. degi og hann sé lifandi í dag, að þá mun hans með heilagur andi koma inn í hjarta þitt og frelsa þig og því fylgir að þegar maður trúir og Guð inn í hjartamönnum og þá hjartaði þínu og þá svarar hann bænum þínum og því þú trúir og þá svarar hann og hjálpar þér because you believe then God is able to answer your prayers and help you. That's how this works, because we have to believe in Him to get our prayers answered. That's how He helps us. Við verðum að trúa til þess að hann ansi okkar bænum, annars ef við trúum ekki þá hann ekki að svara okkur því við trúum ekki á hann. Við verðum að trúa á hann og það bara að virka með alla hluti að við þurfum að trúa. Þannig er það og þannig virka það í Guðs ríkinu. Í Jesú nafni, amen. Amen. And everybody say amen. Amen. On this beautiful Tuesday. And so, have these words after me, and I'm gonna start in Icelandic og hafið þessu orð eftir mér og ég mun byrja þetta á frelsisbænina á íslensku og svo hafið þessu orð eftir mér. Okay. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að sért sonur Guðs. Ég trúi að þú dáið á krossinu fyrir syndir mínar. Ég trúi að þú dáið á krossinu fyrir syndir mínar. Og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Ég trúi að þú risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús. Jesús. Ég bið þig að fyrirgefa mér. Ég bið þig að fyrirgefa mér. Allar syndir mínar. Allar syndir mínar. Og þvó mig algjörlega með blóði þínu. Og þvó mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt. Hreinsaði hjarta mitt. Endurnýjaði anda minn. Endurnýjaði anda minn. Og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Og gerði mig nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt nú. Ég opna hjarta mitt nú. Og bið þig að koma inn í líf mitt. Og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi velji að fylgja þér. Frá þessum degi velji að fylgja þér. Elska þig. Elska þig. Og lifa samkvæmt orðið þínu. Og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús. Þakka þér Jesús. Að fyrir blóð þitt er ég nýsköpun. Að fyrir blóð þitt er ég nýsköpun. Fyrirgefinn. Fyrirgefinn. Endurfæddur. Endurfæddur. Og elskaður þér. Og elskaður þér. Í Jesú nafni. Amen. Og þú sem hafði þessa bæn með okkur. Vertu velkomin í Guðs ríki, í Jesú nafni. Bað Guðs, í Jesú nafni og þú getur beðið til hans og hann hjálpar þér. Áttu undir náð hans, í Jesú nafni, amen. Now I'm gonna read this in English, so you're listening, have these words after me if you want to receive Jesus in your heart and the Holy Spirit, because the Holy Spirit is our helper here, and so that's what Jesus gave us, his helper. In Jesus' name, amen. Amen. So have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins. and that your precious blood cleansed me from all sin.
that your precious blood cleanse me from all sins. I believe that you rose from dead to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now and ask you to come into my life. and ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and I live according to your word. and I live according to your word. Thank you, Thank you, Jesus, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. Be welcome to the kingdom of God. In Amen. Jesus' name, amen. This is the best decision you do in Amen, já. your life. You're welcome, and we love you here from Iceland. And like we always say here in Grace Church Daily Prayer, we have the original prayer that Jesus Christ taught us. It's like in the when you read what the Jesus taught is prayer he taught that they have in the new one they have don't lead us into temptation, but the original prayer that he made was hold us from temptation, because God is not going to lead you into temptation. So this is, it was changed, and this is why I always mention this. This is the original thing is hold us from temptation, because God is never going to lead you into something to do something wrong. It's like he's never gonna tempt you. It was changed, and this is original from the beginning. What Jesus taught us. But they have it in the new one. What this the original. Eins og lestu hérna, þú mátt lesa á íslensku og nú svo Íslendingar skilji Já. faðirvorið Það meina bara, það sem að, já. Já, leiðrétting á faðirvorinu til faðirvorið er, sem við lesum í dag, er ekki frumútgáfan af faðirvorinu. Og við erum með frumútgáfan af faðirvorinu eins og það var, eins og Jesú kom með það. Já. Því að, já, það er í faðirvorinu eigi leið oss í frystni, en það er ekki rétt af því að Guð myndi ekki fara að leiða okkur í frystni. En við byggjum heldur oss, nei, hald þú oss frá frystni, af því að hann myndi frekar, þú veist, já. Því orginal, faðirvorið er hald þú oss frá frystni. Þú veist, út af því Guð heldur okkur frá því að gera slæma hluti. Já. Og við byggjum þess að hann haldi okkur frá því að við gerum rangt. Já. En hann fer ekki að freista okkur að við förum að gera eitthvað rangt. Það er bara, þú veist, þetta er frumútgáfan af faðirvorinu og þessu var breytt. Og Guð myndi aldrei fara að freista þín að þú farir að gera eitthvað sem er ekki
gott. Nei. Það er aldrei fyrst daginn að þú bara gerir Nákvæmlega. eitthvað. Og this original thing that this is how it is. Já. And we're gonna end this today. If you have like questions or something, you can send us questions, and we will answer them. And just send us private messages, and we will answer your questions if you have some questions. Sometimes we answer questions here, and sometimes we get a lot of questions, and we answer them as we can do, like we always do. And we love you all, and remember, God loves you no matter what. God always loves you. Don't judge yourself, because God loves you. God is not judging you. He's just repent, and He understands. Be honest to Him, because God knows what you're thinking, God knows what you have done, and God forgives. And there is nothing that you can do that is that wrong that He cannot forgive you. He forgives everything. That's why He took all sins of mankind on Him. And you can imagine all the bad things that all the people through history have done, bad things. Og eins og með Guð, að Guð fyrirgefur þér alveg saman hvað þú hefur gert, og þú ert ekki að dæma sjálfa þig, og við höfum ekki að dæma aðra, og eins og Guð segir, og Guð tók á sig alla syndir alveg frá byrjun mannkynsins, og hann fyrirgaf alla syndirnar. Og ímyndu ykkur hversu slæmt það hefur verið, og þá það bara þannig að það ekkert sem við getum gert hér sem hann hefur ekki átt við, og því hann fyrirgefur þér og byggir þig upp og hjálpar þér. Í Jesú nafni, amen. And everybody say amen. And they say amen on this beautiful Tuesday. And we love you. And we are going to end this on the prayer that God taught us. And we are going to see you tomorrow. And we love you here from Iceland. Við elskum ykkur hérna á Íslandi, og við elskum ykkur hérna, því sem orðið okkar tím hérna á Grace Church Daily Prayer. And we love you, and you're loyal, staying with God, listening to God's words, and God is good. Guð ykkur bara góður, bara kærleikur, og hann yndislegur. Guð bara góður. Í Jesú nafni, amen. Byrja. Já. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglegt brauð, og fyrirgef oss vorar skuldir, og voru skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Love from Iceland. Elskum ykkur hérna á Íslandi, og æðislegt að hafa ykkur á. Og
yndislegt. Elskum ykkur. Bye bye. Bye. Þú getur bara ítt á þannig að slökkva þannig. Já, þetta er sagt svona í venjulegum kirkjum að